AA-bókin 10. kafli til vinnuveitenda. Meðal fjölmargra vinnuveitenda sem við þekkjum einn sem hefur lifað og hrærst í heimi viðskiptana mikinn hluta ævinar. Hann hefur ráðið og rekið menn svo hundruðum skiptir. Hann lítur á alkohólistan frá bæjardyrum vinnuveitandans og sjónarmið hans ættu að vera öllum atvinnurekendum mjög gagnleg. Gefum honum orðið. Ég var aðstoðar framkvæmdastjóri deildar í fyrirtæki sem hafði 6.600 menn í vinnu. Dag nokkurn sagði ritari minn mér að herra B. vildi fá að tala við mig. Ég bað hana að segja honum að ég hefði engan áhuga á því. Ég hafði nokkru sinnum aðvarað hann og sagt honum að hann fengi ekki nema eitt tækifæri í viðbót. Skömmu síðar hafði hann hringt í mig frá Hartford 2 daga í röð, svo drukkinn að hann gat varla talað. Ég lét hann vita að honum væri sagt upp störfum, endanlega og fyrir fullt og allt. Ritari minn kom aftur og sagði að það væri ekki þessi herra B. sem væri í símanum, heldur bróðir hans og hann vildi færa mér skilaboð. Ég bjóst við að hann ætlaði að biðja bróður sínum vægðar, en það sem ég heyrði hann segja í símanum var þetta. Ég vildi bara segja þér að Paul kastaði sér út glugga á hótelherbyggi í Hartford á laugardaginn. Hann skildi eftir bréf þar sem stóð að þú værir besti vinnuveitandi sem hann hefði haft og þú ættir enga sök á þessu. Í annað skipti var ég að opna bréf sem lá á skrifborðinu og þá datt út úr því blaðaúrklippa. Þetta var minningargrein eitt besta sölumann sem ég hafði nokkur tíman haft. Eftir 2 vikna drykkjutúr hafði hann þrýst með tánni á gikk hlaðinar haglabissu með hlaupið í munni sér. 6 vikum áður hafði ég rekið hann vegna drykkju. Enn reynslusaga, ég heyrði ógreinilega konurödd í símanum sem talaði frá Virginíu og vildi fá að vita hvort líftrygging eiginmanns hennar hjá fyrirtækinu var í enn í gildi. Hann hafði hengt sig heima hjá sér 4 dögum áður. Ég hafði neyðst til að reka hann vegna drykkjuskapar, þótt hann væri bæði snjall og athugull og hefði einhverja þá bestu skipulagshæfileika sem ég hef kynnst. Þarna hafði heimurinn mist 3 frábæra menn af því ég hafði ekki þann skilning á alkohólisma sem ég hef í dag. Hvílík kaldhæðni örlagana, ég átti eftir að verða virkur alkohólisti sjálfur. Ef ekki hefði komið til íhlutun skilningsríkrar mannesku hefði getað farið eins fyrir mér. Fall mitt kostaði fyrirtæki stórfé því það fokdýrt að þjálfa mann upp í stjórnunarastöðu. Slík sóun heldur stöðugt áfram að eiga sér stað. Við teljum að atvinnulífið sé gegnsýrt af vanda sem hægt væri að ráða bóta á með betri og almennari skilningi. Flestum vinnuveitendum nú til dags finnst þér bera ákveðna siðferðilega ábyrgð á því að starfsmönnum þeirra líði vel og reyna að standa undir þeirri ábyrgð. Það auðvelt að skilja það að vinnuveitandinn hefur ekki alltaf haft þá afstöðu gagnvart alkohólistanum. Honum finnst oft alkohólistin vera erkifífl af fyrstu gráðu. Stundum hafði starfsmaðurinn einhverja sérstaka hæfileika eða var tengdur vinnuveitanda sínum sterkum persónulegum böndum og hélt þess vegna vinnu sinni lengur en skynsamlegt var. Sumir vinnuveitendur hafa reynt öll hugsanleg ráð. Sjaldnast skorti á þolinmæði þeirra eða umburðarlyndi og við sem höfum misnotað góða vinnuveitendur getum varla áfellst þá fyrir að missa þolinmæðina. Hér dæmigert tilfelli. Bankafulltrúi við eina stærstu bankastofnun Bandaríkjanna veit að ég hættur að drekka. Hann sagði mér frá deildarstjóra í bankanum sem af lýsingunni að dæma var áreiðanlega alkohólisti. Mér fannst ég sjá þarna tækifæri til að hjálpa, svo ég talaði í eina 2 tíma alkohólisma sem sjúkdóm, lýsti einkennum og afleiðingum eins vel og ég gat. Þetta mjög áhugavert, sagði hann, en ég viss að þessi maður á hættur að drekka. Hann var að koma úr 3 mánaða leyfi, búinn að leita sér lækninga, lítur vel út og þar að auki bankaráðið búið að tilkynna honum að þetta hafi verið hans síðasta tækifæri. Ég gat ekki sagt neitt annað en það að ef maðurinn breytti í engu lífsháttum sínum, myndi hann detta aftur í það og það verr en nokkru sinni fyrr. Mér virtist þetta óhjákvæmilegt og velti því fyrir mér hvort stjórn bankans væri ekki að gera manninu mikinn óleik. Af hverju ekki að koma honum í samband við einhvern í samtökum okkar? Það gæti orðið honum til bjargar. Ég benti á að ég hefði sjálfur ekki smakkað dropa í 3 ár, þrátt fyrir að hafa lent í erfiðleikum sem hefði fengið 9 af hverjum 10 til að drekka frá sér allt vit. Af hverju ekki að gefa honum allavega tækifæri til að heyra sögu mína? Ó nei, sagði þessi vinur minn,
Annarkvort náunginn hættur að drekka eða hann missir vinnuna. Ef hann hefur viljað styrk og kjark á borð við þig, tekst honum það. Mér langaði að reyta hár mitt í örvæntingu því ég sá að mér hafði mistekist að hjálpa vinum mínum, bankamanninum, að skilja þetta. Hann gat einfaldlega ekki trúa því að starfsbróður hans væri haldinn alvarlegum sjúkdómi. Það var ekkert annað að gera en bíða átekta. Skömmu síðar datt maðurinn í það og var rekinn. Í kjölfari uppsagnarinnar höfðum við samband við hann. Hann gekkst umsvifalaust inn á lífsreglur okkar og þær aðferðir sem höfðu hjálpað okkur og er örugglega á góðri bataleið. Mér finnst þetta atvik dæmigert fyrir skilningsleysið á því hvað hrjáir alkóhólistan og vanþekkinguna á því að það er vinnuveitendunum sjálfum í hag að taka þátt í að bjarga veikum starfsmönnum sínum. Ef þið langar til að hjálpa einhverjum getur verið ráðlegt að tala ekki um þínar eigin drykkjuvenjur eða bindindi. Hvort sem þú drekkur mikið, lítið eða ekki neitt, getur verið að þú hafir ákveðnar skoðanir á þessum málum, jafnvel fordóma. Alkohólistinn fer stundum meira í taugarnar á þeim sem drekka í hófi en þeim sem eru algjörir bindindismenn. Ef þú drekkur bara einstaka sinnum og veist alltaf hvað þú ert að gera, getur þú verið með ýmislegt á hreinu sem á alls ekki við alkohólistan. Ef þú ert hófdrykkjumaður, getur þú fengið þér líkjörsglas eða látið að vera. Þú getur stjórnað drykkjunni að vild. Þú getur orðið kenndur að kvöldi, farið svo á fætur að morgni, hrista þér slenið og farið í vinnuna. Áfengi er ekkert vandamál fyrir þig og þú skilur ekki af hverju það er vandamál fyrir aðra. Þeir hljóti bara að vera ístöðulausir og vittlausir. Það er eðlilegt að fólki sem fæst við alkohólista finnist gremjulegt að nokkur skuli geta verið svona veiklindur, heimskur og ábyrgðarlaus. Þú getur jafnvel fundið fyrir slíkum tilfinningum þótt þú sért farin að átta þig betur á sjúkdómnum. Það getur verið fróðlegt fyrir þig að fylgjast með alkohólista í þínu eigin fyrirtæki. Er hann ekki yfirleitt fluggreindur, fljótur að hugsa, hugmyndaríkur og viðfeldinn? Vinnur hann ekki vel þegar hann er alls gáður og hefur lag á að koma hlutunum frá? Væri hann ekki þess virði með alla þessa góðu eiginleika að halda í hann ef hann drykki ekki? Á að taka jafn mikið tillit til hans og annara starfsmanna sem eiga við veikindi að stríða? Er hann þess virði að honum sé bjargað? Ef svar þetta er já, hvort sem það er að mannúðar eða viðskipta ástæðum eða hvora tveggja, þá kunna eftirfarandi tillögur að reynast vel. Getur þú hætt að hugsa sem svo að þú sért bara að glíma við slæman ávana, þrjósku eða ístöðuleysi? Ef þú átt erfitt með það, gæti borgað sig að lesa 2. og 3. kafla aftur en þar er fjallað ítarlega sjúkdóminn alkóhólisma. Sértu í viðskiptum, viltu vita helstu staðreyndir áður en þú tekur ákvörðun. Ákveður þú að líta svo á að starfsmaðurinn sé veikur, er þá hægt að horfa fram hjá því sem þegar hefur gerst? Er hægt að gleyma liðnum heimskupörum? Er hægt að segja að hann hafi þjáðst á ranghugmyndum sem voru bein afleiðing af áhrifum áfengis og heila hans? Ég man vel áfallið sem ég fekk þegar þekktur læknir í Chicago sagði mér að þess væri dæmi að þrýstingur í mænuvökvanum hefði hreinlega rifið heilan. Engin furða að alkohólistinn skuli vera ófærum að hugsa rökrétt. Hver væri það ekki með svona illafærin heila? Hófdrykkja hefur ekki þessi áhrif, enda skilja hófdrykkjumenn ekki furðulega hegðun alkohólista. Starfsmaður þinn hefur sennilega reynt að fela ýmiss konar klandur. Sumt af því jafnvel sóðalegt, ógeðfellt. Það getur verið erfitt fyrir þig að skilja hvers vegna maður sem virðist úr hreinskiptin skuli vera flektur í slíkt. En hversu slæmt sem það er, má yfirleitt rekja það til annarlegra áhrifa áfengis á hugsun hans. Alkohólisti sem ekki má vamsitt vita þegar hann er allsgáður getur tekið upp á ótrúlegustu hlutum þegar hann er að drekka eða ná sér eftir túr. Á eftir er líðanin skelfileg. Þetta furðulega hátterni er yfirleitt ekki annað en tímabundið ástand. Með þessu er alls ekki verið að segja að allir alkohólistar séu heiðarlegir og ráðvandir þegar þeir eru ekki að drekka. Auðvitað er það ekki þannig og slíkt fólk getur einmitt reynt að misnota þig. Sumir sem sjá að þú ert að reyna að skilja og hjálpa munu færa sér velvild þína í nyt. Ef þú ert viss að þessi starfsmaður þinn vilji ekki hætta að drekka, þá er eins gott að segja honum upp. Því fyrr, því betra. Þú gerir honum engan greiða með því að halda honum í vinnu. Það getur orðið honum til blessunar að vera rekinn og orðið honum það áfall sem hann þarfnast. Ég veit hvað sjálf mig varðar að fyrirtæki mitt hefði ekki geta gert neitt sem hefði fengið mig til að hætta.
Svo lengi sem ég hélt stöðu minni, skildi ég ekki hve illa var komið fyrir mér. Ef þeir hefðu byrjað á að segja mér upp störfum og síðan séð til þess að mér væri kynnt lausnin sem þessi bók hefur að geyma, þá hefði ég ef til vill snúið aftur til starfa 6 mánuðum síðar, heilbrigður maður. En margar langar virkilega til að hætta að drekka og þér óhætt að ganga langt til móts við þá. Það mun borga sig að sýna málum þeirra fullan skilning. Kannski ertu einmitt með slíkan mann í huga. Hann langar að hætta að drekka og þeir langar að hjálpa honum, þó ekki sé nema vegna þess að fyrirtækinu hagur af því. Nú veistu meira alkohólisma. Þú sér að maðurinn andlega og líkamlega veikur og tilbúin til að gleyma fyrri asnastrikum hans. Segjum að þú hefjir máls að þessu við hann einhvern veginn svona. Þú segir honum að þú vitir drykkju hans og að henni verði að linna. Þú getur sagt honum að þú metir hann mikils og viljir hafa hann áfram í vinnu, en getur það ekki, haldi hann áfram að drekka. Skýr skilaboð á þessu stigi málsins hafa hjálpað mörgum okkar. Þínast getur þú sagt honum að þú ætlir hvorki að halda yfir honum fyrirlestur né siðferðispretingun eða dæma hann, og hafi það einhver tíman verið gert, þá hafi það verið fyrir misskilning. Komdu því að, ef þú getur, að þú berir engan kala til hans. Nú gæti verið lag til að útskýra eðli sjúkdómsins alkohólisma fyrir honum. Segðu honum að þú tellir hann alvarlega veikan og spyrðu hvort hann langi ekki til að ná bata ef hann sé jafnvel lífshættulega veikur. Þú spyrjir því oft séu alkohólistar undir áhrifum lyfja og með brenglaða hugsun og vilji ekki hætta. Hvað með hann? Vill hann stíga nauðsynleg skref og leggja hart að sér til að ná heilsu? Vill hann hætta að drekka í eitt skipti fyrir öll? Ef hann játar þessu, honum alvara? Eða ætlar hann að blekkja þig og heldur að hann komist upp með að fá sér öðru hverju í glas þegar hann búinn að fara í meðferð og hvílast? Okkur finnst að ganga þurfi rækilega úr skugga hvort honum sé alvara og að hann sé hvorki að blekkja sjálfan sig né þig. Það þitt að ákveða hvort þú telur rétt að minnast á þessa bók við hann. Ef hann flöktandi og gælir við þá hugmynd að geta einhver tíma drukkið aftur áfengi, kannski bara bjór, þá kannski eins gott að segja honum upp eftir næsta fyllirí sem hann lendir nokkuð örugglega á ef hann alkohólisti. Þetta verður hann að skilja fullkomlega. Þú ert annarkvort að fást við mann sem getur og vill verða heilbrigður eða ekki. Ef hann vill það ekki, af hverju þá að vera að eyða tíma í hann? Þetta kann að virðast hörkuleg afstaða, en þetta venjulega besta stefnan. Þegar þú ert orðin viss að maðurinn vilji ná bata og hann sé reiðubúinn að gera allt sem þarf til þess, þá getur þú stungið upp á ákveðnum aðgerðum. Flestir alkohólistar sem drekka eða eru að ná sér eftir drykkjutúr þurfa á læknishjálp að halda og stundum bráð nauðsynlegt. Gerðu það í samráði við lækninn þinn. Tilgangurinn sá að hreinsa huga og líkama vandlega af áhrifum áfengisins. Það þarf hvorki að vera mjög dýrt né taka langan tíma sé það gert af kunnáttu fólki. Skjólstæðingi þínum vegnar betur ef hann kemst í það gott líkamlegt ástand að hann geti hugsað skýrt og þjáist ekki af áfengislöngun. Ef þú mælir með að hann geri þetta, þarf hugsanlega að leggja út fyrir kostnaði af meðferðinni fyrir hann, en þá þarf líka að gera honum ljóst að sjá kostnaður verði dregin af launum hann síðar. Það betra að hann taki sjálfur fulla ábyrgð á þessu. Ef hann fellst á tilboð þitt, ættirðu að benda honum á að líkamlega meðferðin ekki nema hluti af því sem í vændum. Þótt þú útvegur honum bestu læknishjálp sem völ á, verður hann að átta sig á að það nauðsynlegt að hann breyti sjálfur hugarfar. Það krefst breytinga á hugsun og hegðun að ná sér frá drykkju. Við þurftum öll að láta batan hafa algjöran forgang, því án hans hefðum við mist bæði heimili okkar og atvinnu. Getur þú treyst því að það nái sér? Og vel á minnst getur þú litið á þetta sem algjört einkamál, að drykkjuafglöpin og meðferðin sem hann ætlar í verði aldrei rædd nema með samþykki hans. Það væri gott ef þið ættu saman langt spjall þegar hann snýr aftur. Svo við snúum okkur aftur að efni þessara bókar, hún hefur að geyma nákvæmar tillögur sem launagreiðendur geta fyllt til að leysa vandamál sín. Fyrir þér eru sumar þessara hugmynda nýjar og kannski ertu ekki sammála á aðferðinum sem við stingum upp á. Við segjum ekki að þetta séu einu réttu leiðirnar, en þær hafa reynst okkur vel. Og það ekki einmitt árangurinn en ekki aðferðin sem skiptir þig mestu máli þegar allt kemur til alls? Hvort sem starfsmanni þínum líkar betur eða verður hann að kyngja beiskum sannleikanum alkohólisma.
Það skadar hann ekki á nokkurn hátt, jafnvel þótt hann fallist ekki á þessi úrræði. Við mælum með því að þú bendir lækninum sem á að annast skjólstæðing þinn á þessa bók. Ef sjúklingurinn les hana leið og hann fær það, en samt ennþá niðurbrotin, getur verið að hann átti sig á því hvernig komið fyrir honum. Við vonum að læknirinn leiði hann í allan sannleika ástand hans, hvernig svo sem það er. Þegar maðurinn hefur fengið bókina best að segja honum ekki að hann verði að fara eftir því sem þar sagt. Hann verður að ákveða það sjálfur. Auðvitað vonar þú að breytt afstaða þín og efni bókarinnar skipti sköpum. Stundum gerist það, stundum ekki. En við vitum að ef þú gefst ekki upp, muntu sjá árangur erfiðis þíns. Eftir því sem starf okkar eykst og hópurinn stækkar, aukast líkurnar á að hægt sé að koma starfsfólki þínu í persónulegt samband við einhverja úr okkar hópi. Þangað til erum við vissum að hægt að áorka heilmiklu með hjálp bókarinnar einnar. Þegar starfsmaður þinn kemur aftur til vinnu, ræddu málin við hann. Spurðu hann hvort hann telli sig hafa fundið svarið. Ef honum finnst í lagi að ræða vandamál sín við þig, og ef hann veit að þú skilur hann og ferð ekkert að æsa þig yfir einhverju sem hann langar að segja, mun hann sennilega verða samvinnu þýður. En þá spurningin hvort þú getur haldið róðinni ef hann fer að segja þér hluti sem ganga alveg fram af þér. Ef hann til dæmis trúir þér fyrir því að hann hafi misnotað ristnuheimild sína eða lagt á ráðin með að ná frá þér bestu viðskiptavinunum. Hann geti átt til að segja næstum hvað sem ef hann hefur tileinkað sér okkar aðferð, sem, eins og þú veist, felur í sér kröfu algjörar hreinskilni. Geturðu afskrifa það eins og hvern annan vanskilareikning og byrja samstarfi ykkar upp á nýtt? Ef hann skuldar þér peninga, viltu sennilega semja greiðslur. Ef hann talar ástandi heima hjá sér, geturðu áreiðanlega bent honum á ýmislegt. Fær hann að tala opinskátt við þig svo framarlega sem hann slúrar ekki vinnustaðinn eða baktalar vinnufélagana. Þú getur áunnið þér ævilanga tryggð slíks manns ef þú kemur rétt fram við hann. Verstu óvinir okkar alkohólistana eru gremja, afbrýðisemi, öfund, vonleysi og ótti. Á fjölmennum vinnustöðum alltaf hætta á að uppkomi samkeppni og í kringum hana eitthvert baktjaldamakk. Stundum höldum við alkohólistarnir að fólk sé að reyna að bregða fyrir okkur fæti, en oft það alls ekki svo. En drykkju okkar kann stundum að vera notuð gegn okkur. Mér dettur í hug dæmi illgerðan einstakling sem var alltaf að gera góðlátlegt grín að drykkjuævintýrum alkohólistan okkurs. Þannig kom hann slúðrinu áleiðis með lævísum hætti. Í öðru tilfelli var það þannig að alkohólisti var lagður inn á sjúkrahús til læknismeðferðar. Í fyrstu vissu bara örfáir af því, en innan skams var búið að auglýsa það út allt fyrirtækið. Auðvitað hafði þetta ekki góð áhrif á bata mannsins. Oft getur vinnuveitandinn verndað fórnarlambið fyrir slíku umtali. Hann má að sjálfsögðu ekki gera upp á milli manna, en hann getur alltaf varið mann fyrir tilgangslausri áreitni og óréttlátri gagnrýni. Alkohólistar eru yfirleitt atorkusamt fólk. Þeir vinna af kappi og þeir skemmta sér af kappi. Skjólstæðingur þinn trúlega reiðubúinn að gera sitt ítrasta til að bæta fyrir það sem fór aflaga. Vegna þess að hann líklega svolítið kraftítill ennþá og að aðlagast í bæði líkamlega og andlega að lifa án áfengis, gæti honum hætt til að ofgera sér. Þú gætir þurft að telja hann af því að ætla að vinna 16 klukkutíma á sólarhring og einnig þurft að hvetja hann til að skemmta sér svolítið öðru hverju. Ef til vill langar hann að hjálpa öðrum alkohólistum og það getur þurft að gerast á vinnutíma. Honum styrkur að því að vera sýnd ákveðin sanngirni og sveigjanleiki hvað varðar slík mál, því hann þarf á því að halda að geta veitt slíka hjálp til að viðhalda eigin bata. Eftir að þessi starfsmaður þinn hefur verið án áfengis í nokkra mánuði, hugsanlegt að hann geti aðstóðað vegna annars starfsfólk sem þú ert í vandræðu með vegna áfengisneyslu. Það að segja, ef þetta starfsfólk til í að þriðja aðili komi til skjalana. Óvirkur alkohólisti sem tiltölulega lágt settur innan fyrirtækis getur talað við mann í hærri stöðu. Þar sem ytri aðstæður þeirra eru gjörólíkar ekki hætta á að hann færi sér þar í nyt. Trúlega getur þú treyst þínu manni. En löng reynsla af afsökunum alkohólistans ýtir þó eðlilega undir að grunnsemdir vakni þegar konunas hringir og segir að hann sé veikur. Þá gætirðu í fljótræði dregið það ályktun að hann væri dottinn í það. Ef svo og ef hann enn að reyna að ná bata, segir hann þér alltaf létta, jafnvel þótt að kosti hann starfið.
Hann veit að hann verður að vera heiðarlegur ef hann á að halda lífi. Það honum mikils virði að fá að vita að þú hafir ekki áhyggjur af honum, að þú tortryggir hann ekki eða ætlir að reyna að stjórna lífi hans og vernda hann fyrir freistingum. Ef hann fetar leiðina til bata einarlega, getur hann farið allra sína ferða og hvert sem starfið krefst. Ef hann dettur í það, þó ekki nema sé einu sinni, þarft þú að ákveða hvort þú þurfir að segja honum upp. Ef þú ert vissum að hann sé ekki að leggja sig fram í fullri alvöru, áttu skilyrðislaust að láta hann fara. Ef þú ert hins vegar vissum að hann að gera sitt besta, gæti verið að þú vildir gefa honum annað tækifæri. En þér þarf ekkert að finna svo skildugur til að halda honum í starfi, því þú ert þegar búin að gera skildu þína og ríflega það. Svo annað sem þú ættir að íhuga. Ef fyrirtækið stórt, væri hægt að koma þessari bók til ungu yfirmannana. Þú getur látið þá vita af því að þú sért í góðu sambandi við alkohólistana sem vinna hjá fyrirtækinu. Ungu yfirmennirnir eru oft í erfiðri aðstöðu. Undirmenn þeirra eru oft jafnframt vinir þeirra og vegna þess eða einhvers annars halda þeir lífiskildi yfir þessum mönnum og vona að allt lægist. Þeir hætta jafnvel eigin stöðu við að reyna að hjálpa ofdrykkjumönnum sem hefði átt að vera búið að reka fyrir löngu eða gefa kost á að leita sér hjálpar. Þegar ungur yfirmaður hefur lesið þessa bók getur hann talað við slíkan mann og sagt við hann eitthvað á þessa leið. Heyrðu, Ed, langar þig að hætta að drekka eða ekki? Þú kemur mér í vandræði í hvert skipti sem þú dettur í það. Það ekki réttlátt, hvorki gagnvart mér né fyrirtækinu. Ég hef kynnt mér ýmislegt alkóhólisma. Ef þú ert alkóhólisti, þá ertu mjög veikur og mér finnst hegðun þín benda til þess. Fyrirtækið vill hjálpa þér til að komast yfir þetta og ef þú hefur áhuga þá þekkjum við leið sem hefur reynst vel. Ef þú vilt fara hana verður slegið striki yfir fortíðina og ekkert talað það að þú farir í meðferð. En ef þú hvorki vilt né getur hætt að drekka þá tel ég réttast að þú segir upp störfum. Það ekki víst að þessi ungi yfirmaður sé sammála því sem stendur í bókinni. Hann þarf ekki að sýna skjólstæðingi sínum hana og oft ætti hann heldur ekki að gera það. En hann mun allavega skilja vandamálið og ekki lengur láta blekkjast af þessum venjulegu loforðum. Hann verður fær að taka heiðarlega og réttláta afstöðu í máli skjólstæðings síns. Hann þarf ekki lengur að hylma yfir með starfsmanni sem á við drykkjuvandamál að stríða. Þar með komist við að eftirfarandi niðurstöðu. Það á ekki að reka mann úr starfi eingöngu af því hann alkóhólisti. Ef hann vill hætta að drekka á að bjóða honum alvöru tækifæri til þess. Ef hann hvorki getur né vill hætta á að segja honum upp störfum. Undantekningar frá þessu eru fáar. Við teljum að með þessari aðferð sé hægt að koma ýmsu til leiðar. Góðir starfsmenn fá endurhæfingu og jafnframt verður auðveldara að losna við þá sem hvorki geta né vilja hætta að drekka. Alkohólismi getur valdið fyrirtækið þínu umtalsverðu tjóni og haft í för með sér sóun á tíma, vinnukrafti og orðspori. Við vonum að tillögur okkar muni hjálpa þér við að koma í veg fyrir það. Við teljum okkur hafa lög að mæla þegar við brýnum þig til að stöðva þessa sóun og gefa dýrmætum starfsmanni tækifæri. Fyrir nokkru höfðum við samband við aðstóðarforstjóra stórrar iðnaðarsamsteypu. Hann sagði, það ánægjulegt að heyra að þið félagarnir skulu hafa komist yfir drykkjuskapinn. En það stefna þessa fyrirtækis að skipta sér ekki af lífsháttum starfsfólksins. Drekki einhver það mikið að það komi niður á vinnunni, þá rekum við hann. Ég sé ekki alveg hvernig þið ættuð að geta hjálpað því eins og þið sjáið erum við ekki með neitt áfengisvandamál hér. Þetta sama fyrirtæki eyðir árlega milljónum í rannsóknir. Framleiðslukostnaður þess reiknaður upp á krónu. Fyrirtækið hefur eigin hressingar og hvíldarheimili og sömuleiðis með eigin tryggingarkerfi fyrir starfsmenn sína. Stjórnendur fyrirtækisins bera mannlega og efnalega velferð starfsmanna sinna mjög fyrir brjósti, en alkóhólismi þeir trúa því einfallega ekki að hann sé vandamál. Ef til vill þetta dæmigerð afstaða. Við sem höfum heilmikla reynslu af atvinnulífinu, allavega út frá alkóhólísku sjónarhorni, gátum ekki annað en brosað að þessari einlægu skoðun þessa ágæta manns. Það yrði honum alvarlegt áfall að komast að því hvað alkóhólismi kostar fyrirtæki hans árlega. Það geta nefnilega leynst margir virkir og verðandi alkóhólistar meðal starfsmanna fyrirtækisins. Okkur virðist sem stjórnendur stórra fyrirtækja hafi oft svo litla hugmynd hvað þetta vandamál útbreitt. Jafnvel þótt þú teljir að ekki sé neitt áfengisvandamál á ferðum innan fyrirtækisins,
Þá gæti borgað sig að athuga það svolítið betur. Vera má að þú komist að ýmsu áhugaverðu. Auðvitað er verið að fjalla alkóhólista í þessum kafla, veikt fólk og ráðvillt. Vinur okkar, aðstoðarforstjórinn, hafði í huga fólki sem fær sér í glas öðru hverju sér til skemmtunar. Gagnvart slíkri tegund drykkju er afstaða hans mjög eðlileg, en hann gerði engan greinarmun af slíku fólki og alkóhólistanum. Það er ekki verið að ætlast til þess að starfsmaður sem er alkóhólisti fái meiri tíma eða umhyggju en aðrir. Það á alls ekki að gera honum hærra undir höfði en öðrum. Sú manngerð sem af heilum huga óskar þess að ná bata mun ekki sækjast eftir slíku og ekki vilja trana sér fram. Öðru nær. Slík manneskja mun vinna eins og þræll og vera þér þakklát til æviloka. Ég á nú orðið lítið fyrirtæki. Hjá mér vinna 2 alkóhólistar og þeir 2 afkasta jafn miklu og 5 venjulegir sölumenn. Og hvers vegna ekki? Þeir hafa nýtt viðhorf til lífsins, þeim var bjargað frá lifandi dauða. Ég hef notið hvers einasta augnablik sem ég hef varið til að hjálpa þeim áleiðis.